Þá það annar liður í dagskrá, en það umsögn bæjarins vegna endurskoðunar á byggðakvótakerfinu. Ég ætla að biðja varaforsetum að taka við stjórninni og gefa mér orðið. Til máls tekur bæjarfulltrúi Gunnar Már Gunnarsson. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, hér komið á dagskrá umsagnarbeiðni til sveitarfélaga vegna breytinga á byggðakvótakerfinu og undanfarinn sá að innviðaráðuneytið hefur hafið heildar endurskoðun á byggðakvótakerfinu með það að markmiði eins og segir í bréfinu til okkar að móta skilvirkari umgjörð ráðstöfun þeirra aflaheimilda sem ætlaðar eru til stuðnings sjávarbyggðum og þetta nú svo sem á sér langa forsögu og að einhver leyti rakin í þeim fundagögnum sem eru undir málinu í þeim fylgiskjölum sem við fengum með þessari beiðni. En við fyrir okkur liggur þá umsögn sem var tekin saman og við undirbúning á þessari fyrirliggjandi umsögn Akureyrarbæjar þá var leita bæði til hverfisráðs Grímseyjar og hverfisráðs Hríseyjar og þau fengin til að aðstoða okkur til þess að ná fram sjónarmiðum sem flestra hagaðila í eyjunum og það eru þetta sjávarútvegs samfélögin í eyjunum sem að þetta mál snertir fyrst og fremst og þetta mikilvægt mál fyrir eyjasamfélögin okkar og mér langar bara til að lesa upp úr lokaályktun fyrirliggjandi umsagnar sem hljóða þá svona: að mati Akureyrarbæjar hefur byggðakvótakerfið í meginatriðum reynst gagnlegt úrræði og rétt að byggja áfram á þeim grunni sem þegar hefur verið lagður. Þó ljóst að þörf á ákveðnum breytingum á fyrirkomulagi kerfisins til að styrkja byggðaáhrif þess enn frekar. Þannig mætti gera ráðstöfun kvótans markvissari og tryggja að stuðningurinn skili sér með sem skýrustum hætti til þeirra samfélaga sem mest á honum þurfa að halda. Með slíkri þróun má efla virkni kerfisins án þess að vikið sé frá megin hlutverki þess sem mikilvægs byggðatækis. Lykilatriði í þeirri vinnu að tryggja að stuðningur skili sér með markvissum hætti til samfélagana sjálfra, styrkja atvinnulíf og skapi grundvöll fyrir áframhaldandi uppbyggingu til lengri tíma. Þetta sem sé niðurlagið hjá okkur en í þessari umsögn þá svörum við tilteknum spurningum og reynum auðvitað að koma til móts við ólík sjónarmið og reynum að tefla fram einhverju sýn í þessum málum en ég legg þyngstu áhersluna á að þetta kerfi að það þjóni þeim samfélögum sem þurfa að halda og það á svo sannarlega við bæði Grímsey og Hrísey og við þurfum að tala mjög skýrt í þeim efnum að hverjar svo sem breytingarnar verða þá eiga þær að skila sér til þessara samfélaga. En með samþykki bæjarstjórnar þá verður þessi umsögn send innviðaráðuneytinu. Takk fyrir. Þakka bæjarfulltrúi Gunnar Már Gunnarsson kærlega fyrir og fæði hann aftur stjórn á fundinum. Já, orðið laust ef einhver óskar að taka til máls og það bæjarfulltrúi Ásrún Ýr Gestsdóttir sem næst tekur til máls. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, mér var alltaf kennt að maður ætti líka að láta vita þegar að vel væri gert og ég vil bara hrósa því að það hefur verið sent inn til hverfisráðana að fá umsögn frá þeim sem virkilega eru þá að nýta byggðakvótann eða þá að eiga að vera að njóta þess sem byggðakvótinn ætlaður fyrir. Ég tók þátt í umræðunum í Hrísey að sjálfsögðu og mjög glöð að sjá að það kemur margt sem kom þaðan fram í umsögninni og svo vil ég bara brýna fyrir okkur sem hér að við svolítið eftirlitið og við flestir hér inni þekkja minnst inn á
svona byggðarlög, svona hversu mikilvægt þetta og þess vegna rosalega gott að við séum dugleg að spyrja og afla upplýsinga hjá eyjasamfélögunum. Og svo megum við ekki gleyma því að það sem gott fyrir Grímsey ekki endilega gott fyrir Hrísey og öfugt. Þetta eru mjög ólíkar byggðir. Það eina sem þeir sameiginlegt að enda á ey og vera umkringt hafi. Takk. Þá hefur bæjarfulltrúi Ásrún Ýr Gestsdóttir lokið máli sínu. Næst tekur til máls bæjarfulltrúi Sindri S. Kristjánsson. Já, herra forseti og góði bæjarfulltrúar, ég vil þakka forseta bæjarstjórnar fyrir góða framsögu í þessu máli og gera góð grein fyrir því og líka þakka bæjarfulltrúa Ásrún Ýr fyrir sína ræðu. Ég nú komin hérna upp í svipuðum tilgangi og nú að kveða með hljóðs eiginlega fyrst og fremst kannski til að koma fram þökkum og hrósa fyrir þessa vinnu og kannski smá atkvæðaskýringu í leiðinni. Og já, þakka forseta bæjarstjórnar fyrir að halda utan þessa vinnu. Við gerum þessar umsagnar sem liggur hérna fyrir og við hana hafa fulltrúar Samfylkingar engar athugasemdir og munu samþykkja fyrir sitt leyti hér á eftir í atkvæðagreiðslu. Nú sá sem hérna stendur þykist vita að það var alveg töluverð vinna að koma þessu saman. Það var þetta samráð sem forseti kom inn á við hverfisráðin í Hrísey og Grímsey og samþætta þessi ólíku sjónarmið eins og fram komi hérna í máli bæði forseta bæjarstjórnar og bæjarfulltrúa Ásrúnar Ýrar. Og þá ber náttúrulega vitaskuld að þakka starfsfólki bæjarins sem hafði aðkomað þessari vinnu líka. Þeirra framlag náttúrulega mikilvægt líka. Það dylsennilega engum að byggðakvótakerfið eyjabyggðunum okkar afar mikilvægt eins og fram hefur komið hérna undan. Og eins og fram kemur í draugum að þessari umsögn þá töluvert svigrúm til þess að bæta kerfis og það þjóni raunverulegum tilgangi sínum. En það auðvitað að styðja þessa sjávarbyggðir sem lent hafa í vanda vegna samdráttar í sjávarútvegi og eru háð veiðum eða vinnslu á botnfiski. Þannig að og það bara fagnaðarefni að við getum komið saman hérna og verið sammála þessa nálgun. Takk fyrir. Já, þá hefur bæjarfulltrúi Sindri S. Kristjánsson lokið máli sínu. Næst tekur til máls bæjarfulltrúi Berglind Ósk Guðmundsdóttir. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, mig langar bara að koma stutt upp og þakka fyrir þessu umræðu. Þakka forseta fyrir þessa vinnu og þessa góðu umsögn sem við leggjum hérna fram í dag. Þetta mikilvægt, þetta stórt hagsmunamál fyrir sveitarfélagið okkar og íbúa í okkar góða sveitarfélagi. Þannig að þetta svona eitt af þessum hagsmunagæslumálum sem mikilvægt að við bæjarstjórnin stöndum saman og látum heyra í okkur. Vissulega þetta kannski mál sem ekki á okkar frumkvæði verið að ræða, en hins vegar held ég að við ættum að halda áfram með frumkvæðið og við ættum að vekja máls á þessu víðar, við ættum að mögulega fara í greinaskrif og heyri í fjölmiðlum og þannig nýta okkar rödd hérna bæjarstjórnarina. Þannig að ég bara hvet bæjarfulltrúa til að nýta þessi tækifæri einmitt til þess að nota sína rödd í bæjarstjórn til að gera það sem við vorum kosin til að gera, til þess að vinna í þágu allra bæjarbúa í sveitarfélaginu. Þannig að bara kæra þakki fyrir þessa umræðu, hún mjög mikilvæg og byggðakvótakerfið auðvitað mikilvægt. Það verður að vera þannig uppbyggt að það styðji við þau markmið sem það var auðvitað sett upphaflega til að ná. Þannig að það auðvitað frábært að það sé verið að endurskoða til þess einmitt að ná þeim markmiðum ennþá betur og þá frábært og bara því verðum við líka að hrósa ríkisvaldinu að kalla eftir umsögnum frá þeim byggðum og byggðarlögum sem þurfa að reiða sig á svona kvótakerfi. Þannig að bara góðum bra, takk. Þá hefur bæjarfulltrúi Berglind Ósk Guðmundsdóttir lokið máli sínu. Orðið laust. Ef enginn kveður sér hljóðs, þá umræðum lokið og þeir sem geta staðfest umsögnina gefi merki. Og það eru öll greidd atkvæði, 11.